Þá er komið að öðrum hlutanum og það sem við ætlum að gera núna er að byrja því að setja saman skrokkin. Stélið er komið og við þurfum að byrja því að setja saman skrokkin. Þá finnum við til öll rifin sem þarf í hann og við setjum saman hliðarnar sem eru algjörlega samsíða frá fremsta partinum og hingað aftur að. Þetta er afskaplega einföld og þægileg smíð og það erfiðasta við þetta er að ná rifjunum af brettinu. Hérna er efnið í skrokkin og það eru 2 stykki sem þarf að tvöfalda, svo við skulum byrja á þeim. Það er þessi 2 hér, það er þetta og þetta. Þetta er það sem að servón sitja á og þetta er mótorfestingin. Stundum er það þannig að leyserinn sker alveg í gegn og allt dettur úr. Stundum er viðurinn það þéttur að leyserinn nær ekki í gegn og þá þurfum við að fara með hníf á þetta til þess að losa það úr, eins og til dæmis hér. Hérna er einmitt mjög áberandi að leyserinn hefur ekki farið alla leið í gegn og það er afar óþægilegt. Það sem maður þarf að passa sig á þá er að brjóta ekki krossviðinn. Hann myndi bara skilja sig að, hann þolir ekki mikla sveigju. Líklegasta ástæðan fyrir því að þetta er svona þétt er að það sé kvistur eða eitthvað í miðjulaginu sem gerir þetta svona ofsalega hart. Þá fer leyserinn bara ekki í gegn. Meira að segja hnífurinn er í vandræðum. Og þegar þetta gerist þá er oft sem maður þarf að hreinsa annarkvort með því að tálka svona með hnífnum eða maður getur notað sandpappír þar sem honum er við komið. Hérna er ég búinn að líma saman sætið fyrir servóinn
og ég þarf einnig að líma saman þennan hér. En það er ekki sama hvernig hann fer saman vegna þess að þessi brún hérna með nabbanum og þessi brún hér, þær þurfa að sitja saman. Þetta kemur til með að hvíla ofan á einu brettinu hér og þessi flipi fer hér í gegnum þetta gat og þessi tveir hérna eru misháir vegna þess að þetta situr hér þar sem er svona skálína. Þannig að passa vandlega að þetta siti rétt og platan með X-inu, hún á að snúa fram. X-ið í rauninni er miðjan á plötunni, þar sem að mótorinn á að koma. Þetta er svona merki sem maður getur notað til þess að staðsetja mótorinn. Og hér með sannast að það er aldrei hægt að eiga nóg af klemmum. Nú ætla ég að fara að setja saman skrokkin. Ég er búinn að vera hérna að snyrta öll þessi rif og þessi fjögur hér, það er að segja það sem kemur hér, þetta hér sem er svona gólfið hérna, þetta hér sem kemur hérna og þetta hér sem kemur hérna, þessi eru öll nákvæmlega jafn breið, sem þýðir að alveg hingað aftur að er skrokkurinn beinn og það auðveldar að sjálfsögðu samsetninguna. Þannig að ef við límum þessi rif inn og leyfum því að þorna, þá verður skrokkurinn réttur. Hins vegar er eitt sem þarf að gera, það er að setja þessa höku, skulum við kalla það, hérna framan á. Þetta er framlegging á skrokkin, haka, þetta lítur út eins og haka hérna. Og ég ætla að gera það með því að setja límband, setja síðan lím og leggja þetta í límið. Og ég ætla að gera það fyrir báðar hliðar í einu. Þannig að ég hef þessa hlið svona. Þetta kemur þá hér. Svona. Með því að lyfta límbandinu hérna upp á og setja annað á móti hér, þá fæ ég þetta nokkuð rétt. Nú má þetta bara þorna. Nú ætla ég að líma rifin hérna á vinstri hliðina og þau festast öll saman, þannig að það þarf ekki að nota þarna vingil. Hins vegar þetta rif hér, aftasta rifið, það stendur eitt og sér, þannig að ég ætla að hafa þennan vingil við það svo að það sé alveg öruggt að það sé í 90 gráðum. Einnig ætla ég að setja hérna bakkan fyrir servóinn á sinn stað. Þannig að við byrjum að dreifa hérna trélími á allt sem á að límast niður.
ég setti límband undir, það sé að hinum með við götin, svo það sé alveg öruggt að þetta festist ekki niður á borðið. Það er afskaplega leiðilegt þegar að flugmódel festast á smíðabrettið sem maður er að smíða á. Hér er hægt að setja klemmu, svona. Þessi kemur svo hér. Nú get ég notað vinkilinn hérna til þess að halda þessu reif í beinu. Það er líklega ekki hægt að setja. Nei, þetta passar ekki á. En ef við setjum svona. Þetta síðan hérna yfir, þá ætti þetta nú að haldast nokkuð rétt. Nú þarf þetta bara að fá að sitja svona, þá getur þetta orðið hart og þá getur ég sett hina hliðinu ofan á. Nú þarf að setja þetta saman, það er að segja þessa hlið hérna sem er laus og þessa hér sem er með öllum rifjónum á. Og í svona tilfelli, þegar maður þarf að setja fullt af flipum og hellingargötum og allt á að passa í einu, þá er eitt trix sem er ágætt að gera. Það er að fá sér svona sandpapír á smá spýtu og pússa vestubrúnina af öllum flipunum. Ef maður gerir þetta, þá renna þeir betur, þeir hitta betur á götin og renna betur ofan í þau. Einnig er sniðugt að prófa nokkrum sinnum, kannski einu sinni tvisvar, hvernig þetta fittar saman, sjá hvar það er sem maður þarf að ýta til, hverju maður þarf að hliðra og svo framvegis. Síðan setjum maður lím á. Ég ætla að hafa farg ofan á þessari hlið hérna á meðan ég er að þessu og það er aftur trélím og nú fer það bara hér. Já, þetta stíplast og það er bara rétt að taka smá skán og þá er þetta opið eftir. Það má líka setja, ég er búinn að setja límband náttúrulega og setja örlítið ofan í götin til þess að sé nægilegt lím allstaðar. Og nú límum við þetta saman. Nú situr þetta allt vel og snyrtilega. Nú ætla ég að nota hérna smá
smá afskurð til þess að draga aðeins ef það er lím sem gubbast út, þá gerir það ekkert gagn, þannig að ég tek það í burtu. Og svo farg. Þessi vil hreyfast eitthvað, þannig að ég set títuplón bara hérna meðfram. Það er náttúrulega engin leið að stinga í gegnum svona krossvið svo vel sé. Nú þarf þetta bara að fá að harðna, eins og oft er sagt. Á meðan skrokkurinn er að harðna, þá er ekki úr vegi að kíkja aðeins á stélið. Það er náttúrulega límt saman og það er ekki vitlaust að renna örlítið á þetta með smá sandpapír. Ég er hérna með kubb með 80 sandpapír og ég bara renni afskaplega létt yfir þetta. Þetta er bara til þess að þetta er örugt en það sé ekkert sem stendur upp úr. Þetta ætti að vera alveg nóg og hérna er stélkamburinn. Nú er þetta tilbúið í rauninni. Við sjáum til með þegar við límum þetta á hvort að við rúnum ekki frambrúnirnar á þessu. Ég held að það geti verið sniðugt. Geymum það þangað til. Stýrin eru hér og þetta bíður eftir skroknum.